ekki að vera hérna, búinn að vera. Við hefum það leikinn í flokki götubíla. Með rás nr. 1 Þórður Gunnarsson á Ford 42 F6 Buick. Hann hafði 810 stig úr fyrstu 3 þrautunum. Einar Benediktsson á Willys CJ5 74 með 350 kubík seðimótor. Hann hafði 885 stig þegar aðalkeppni hófst. Steingrímur Árni Thorsteins á Willys 74 með AMC 360 með 835 stig og hann með rás nr. 5. Með rás nr. 6 Trausti Sigvaldarsson á Willys 74 með AMC 304 885 stig. Rás nr. 7 Kristín Sigurðardóttir Willys CJ7 AMC 401 með 715 stig. Og með fullt hús stiga og rás nr. 8 Stefán Gunnarsson á Willys 66 með Chevy 307 kubík. Og loks með rás nr. 9 Gunnar Hafdal Willys CJ5 AMC 360 með 795 stig. Og það Þórður Gunnarsson sem fer fyrstur í þessa 4. þraut. Hann með rafsóði drif að framann en powerlock að aftan og hann á 36 mötterdekkjum bæði að framann og aftan. Og hann fer ekki lengra hér, fær 210 stig. Þá það Einar Benediktsson. Hans 12. keppni og hann keppti fyrst 1973. Hann með rafsóðið að framann en nóspinn að aftan og fær hér 225 stig. Það var Steingrímur Árni Thorsteins, hans 4. keppni, 22 ára gamall. Hann með soðidrifa framann og tracklock að aftan og hann keyrir á 36 mötter. 220 stig hafði hann út úr þessari þraut. Þá það Trausti Sigvalda, hans 3. keppni, hann einnig 22 ára og hann með powerlock að framann og nóspinn að aftan. 240 stig. Og þá komið að Kristínu Sigurðardóttur, 25 ára Reykjavíkurmær. Hún með nóspinn að framann og powerlock að aftan og á 38,5 mötterum. 220 stig og brotinn hjörulið hafði hún út úr þessari þraut. En þá það Stefán Gunnarsson, hvattur áfram af sínum enga aðdáanda. Hann á powerlock að framann og nóspinn að aftan í drifum á 36 mötter og hann fer hér brautina fullkomlega og fær 300 stig. Þá það Gunnar Hafdal, 35 ára frá Skagaströnd. Nóspinn að framann og rafsóðið að aftan á 36 mötter. Radial. Og hér vantar heslumuninn og hann fær 270 stig. Og þá það 5. þraut í götubílaflokki og það Einar Benediktsson sem fer fyrstur. Og hann fer fyrir neðan hliðið og bara ekki neitt og fær 85 stig. Og þá það Steingrímur. Gengur þetta nú brösulega, 140 stig hefði hann út úr þessu. Og Trausti úr Reykhólasveit. Hann komst í gegnum þetta hlið og það bara spurning hvað hann fyrir hátt. 205 stig. Nú Kristín gat ekki farið vegna bilunar en hér Stefán Gunnarsson kominn. Og hann fer upp 300 stig. Það var aðeins mölin sem felldi dekkið, ekki bílinn og því fær hann fullt hús. Nú Gunnar Hafdal komst ekki í þessa þraut frekar en Kristín en hér Þórður Gunnarsson.
það vantar aðeins upp á þetta, 235 stig. Og staðan eftir 5 þrautir, Stefán í fyrsta sæti með 1500 stig, Trausti í öðrum með 1330, þá Þórður með 1255, Einar með 1195 og Steingrímur 1195. En hér það Steingrímur sem fer fyrstur, 125 stig. Þetta gengur ekki alveg nógu vel. Þessi þraut var reyndar farin í haust, þá í sérútbúnaflokknum og það gekk heldur ekki vel hjá þeim. En hér fer Trausti, 155 stig. Þá er það Stefán. Já, hann fer upp, en hann stoppar og hann lækkar við það nokkur stig, fær 285. Hann hefði fengið 300 stig ef hann hefði haldið áfram hér. En Gunnar Hafdal er búinn að koma sínum bíl í lag. Sýnir hér gamla takta og heldur áfram og fær 300 stig. Það er vel gert hjá Gunnari. Rétt eins og Stefán. Og Einar, 36 ára úr Reykjavík. En það er greinlegt að framdrifið er ekki lengur í lagi, það var rafsóðið. En hann tók greinilega bara á öðru framhjólinu hérna. En þá var komið að tímabrautinni í götubílaflokki. Það er ekki vel gott að átta sig á því hvaða bílar það eru að keppa. Mér sýnist þetta þó vera Kristín og Steingrímur. Og Steingrímur er hér á undan. En þetta er náttúrulega ekki Steingrímur, þetta er Trausti Sigvalda og Kristín. Og hér verður Kristín að hætta. Eitthvað bilun varð í bílnum hjá henni. En Trausti heldur áfram. Það er rás númer 6. Og hann er hér þá eingöngu að keppa við klukkuna. Og það styttist í hann komið í markið. Það var að fara 2 hringi og tíminn var aðalist ágætur og hann fær 210 stig en Kristín 0. En þá fara þeir næstir Stefán og Gunnar. Stefán Gunnarsson og Gunnar Hafdal. Gunnar Hafdal brá á það ráð að hafa bílinn aðeins í afturdrifi og ég er ekki frá því að hann hafi stórtapað á því. Því bílinn hans á að skila alveg jafn mikilli orku og bílinn hjá Stefáni. Það er greinlegt að það er annað aðeins afturdrifið í sambandi hjá Gunnari og ég held að það hafi verið með vilja gert eftir því sem að ég hef komist næst. En Stefán Gunnarsson kominn með afgerandi forystu.
og kemur í markið sem öruggur sigurvegari, náði besta tímanum í brautakeppninni og fekk 300 stig, en Gunnar Hafdal náði öðrum besta tímanum og fekk 270 stig. Og þá kepptu þeir Þórður Gunnarsson og Einar Benediktsson. Og Þórður nær hér strax forystunni. Þó vélinn sé töluvert minni, VAF6 Buick á móti 350 kubika Chevy mótor hjá Einari, þá er bíllinn mun léttari og það er ekki síst þyngdin sem skiptir máli í öllum akstursíþróttum. Hafa bílana eins létta og mótorhjólin eins létt eins og hægt er. Það er oft mun árangursríkari aðferð að fækka bara kílóunum heldur en að eltast við að auka hestöflin eða fjölga hestöflunum. Þórður er hér með örugga forystu á móti Einari Benediktsinni. Hefur þó ekki allt gengið í haginn hjá Þórði á þessu ári. Hann fær hér 235 stig en Einar 175. En ég ætla að koma að því Þórður Gunnarsson hefur átt í einhverjum vandræðum með fjörunarkerfið í bílnum og það stendur nú reynda til bóta að laga það. Og lokastaðan í göttubílaflokknum, Stefán með 2080 stig af 2100 mögulegum, Þórður í öðru sæti með 1775 stig, þá Trausti með 1695 og Gunnar 1635 og í 5. sæti Einar með 1475 stig. En við snúum okkur þá að sérútbúnaflokknum. Þar var með rásnúmer 1 Jónas Halldórsson á Jepster 68 Chevy 350 vél. Með rásnúmer 2 Árni Kópsson á heimasætinu 89 módel með Chevy 350. Með rásnúmer 3 Benedikt Eiríksson á Willys CJ5 67 módel, einnig með Chevy 350. Rásnúmer 4 Gunnar Guðmundsson á Jepster 67 með Chevy 350. Númer 5 Haraldur Ásgeirsson, Íslandsmeistarinn frá því fyrra á Jepster 68 með Chevy 350. Sturla Jónsson var með rásnúmer 6, hann ekur á Vagnir 74 með AMC 360 kubika mótor. Og með rásnúmer 7 Ásmundur Guðnason á Ford 42 með 318 Chrysler mótor. Og það er Jónas Halldórsson sem fer fyrstur í fyrstu þrautina. Og hann fer þetta með stæl. Hann fór reyndar allt of grunnt í fyrsta hliðið og þess vegna fær hann ekki nema 225 stig. Hann sleppti alveg úr hliðarhallanum og hann affelgaði eða misti allt loft úr öðrum afturhjólbarðinum þegar hann lenti. Þá er það Árni Kópsson og hann labbar þetta í rólegheitum. En hann fer líka ekki nógu vel í hliðið fyrir neðan og fær 250 stig. Þá er það Benedikt. 230 stig. Hann misti hér loft úr öðru framhjólinu og við það snýst bíllinn eins og við sjáum. En upp á fór hann. Þá er það Gunnar Guðmundsson, 31 árs úr Reykjavík. Hann fer upp en út fyrir hliðið uppi og fær 210 stig. Og þá er það Haraldur.
Hann reyndi við hliðið en afturhjólin voru komin hér í snjó og það kann að vera skýringin á því hvers vegna fór ekki hærra upp. Ákomið að Sturlu. Og hann fær hér 150 stig. Hann slapp sem betur fyrir ómeiddur úr þessu eins og vera ber. Þó má alltaf gera ráð fyrir því og við verðum að gera ráð fyrir því að því kemur að einhver slasast og vonandi verður það eitthvað lítilfjörlegt handleggsbrot eða þaðan að minna. En þrátt fyrir öryggisbúnaðurinn sé góður þá bílasport hættulegt og aldrei má slaka á kröfunum. Og við sjáum að það kviknar í bíl Sturlu og eldur eitt af þeim málum sem kannski hefur ekki verið nægjanlega vel ígrundað hvað á að gera ef það kemur upp eldur. Slökkvitækin eru yfirleitt heldur langt í burtu og kannski ekki öll af allra bestu gerð til þess að slökkva svona eld snöggt og fljótt og vel. En þá það Ásmundur Guðnason og hann missir hér loft úr vinstra framhjóli rétt eins og Einar. Eins og Benedikt, ætlaði ég nú að segja. Og við það missir hann gripið á framöxlinum og þar að leiðandi fer hann ekki upp. En óslasaður og bíllinn lítið skemmdur. Hér fer loftið, púff, og þá hættir hann alveg að taka. Þá það þraut númer 2. Og nú það Árni Kópsson sem fer fyrstur. Það verður að fara rólega þarna fyrst yfir nokkur hjólför. Og síðan beint upp. 300 stig til Árna. Það var Gunnar Guðmundsson. Hann fer upp, 300 stig til hans. Og Haraldur Ásgeirsson. Riðlaðist aðeins röð keppenda hér vegna þeirra óhappa sem urðu í fyrstu þraut en Haraldur fær hér 300 stig. En þá komið það Ásmundi. Hann fer upp en fær aðeins 285 stig. Það var Jóhannes Halldórsson. Eitthvað virðast hann nú í vandræði með vélina. Hann annarkvort að drekkja hann í bensíni eða þá fær hún of lítið bensín. En 285 stig fékk hann. Það var Benedikt Eiríksson. Hans fyrsta keppni, 26 ára gamall og hann fer þetta með stæl hér og fær 285 stig. Og Sturla komst ekki í þrautina og fekk þar alveg 0 fyrir aðra þraut. En þriðja þraut hér og Gunnar Guðmundsson byrjar á því að fara þetta eins og ekkert sé. 300 stig til Gunnars. Haraldur og hér drullupyttur allra neðst í brekkunni en Haraldur ætlar yfir. Nei,
Hann hikaði augnablik. Og situr þar að leiðandi fastur. Þá er það Ásmundur. Og hann fer upp og fell í dekk en fær 285 stig. Og Jónas Halldórsson. Hann fer alla leið og án þess að koma í dekk og fær 300 stig. Sturla komst ekki í þessa þraut vegna þess að hann var að gera bílinn eftir veltuna. Og svo komst Benedikt Eiríksson ekki, en hér fór Árni Kópsson og fekk 300 stig. Það er nokkuð dýrt að missa að því að komast í þrautirnar. Hér sjáum við stöðun eftir 3 þrautir. Árni með 850 stig. Jón S. með 810 stig, Gunnar með 810, Ásmundur 735 og Haraldur 730. Benedikt og Sturla eru þar fyrir neðan. En þá erum við komin að 4. þraut og hér sneri Gunnar Múrari Guðmundsson á keppinauta sína og valdi auðveldari leið af 2. Og með því að fara hér upp þá fær hann 180 stig. Aðrir keppendur, að vísu ekki Ásmundur, völdu að fara hér í hliðarhalla og reyna síðan að fara upp. Og hér fær Haraldur ekki nema 150 stig. Og þá er Sturla mættur í leikinn aftur. Og hann ætlaði hér í 300 stig líka. En hann fer ekki lengra heldur en Haraldur og fær 150 stig. Þá komið að Ásmundi Guðnasyni. Hann valdi auðveldari leiðina eins og Gunnar og ætlar hér upp og ná sér í 180 stig. En bíllinn eða vélinn réttara sagt missir hér úr og hann hafði ekki nema örfá hestöfl og fékk þar að leiðandi ekki nema 65 stig fyrir þessa þraut. En þá komið að Jónas Halldórssoni, hann fór í 300 hliðið og hann reyndi en hann fór ekki upp, heldur niður eins og sjá má. Það er athyglisvert að fylgjast með Jóni þegar hann er þarna inn í búrinu. Það er ekkert óðagott á honum, hann er greinilega vanur og heldur sér bara í stýrið og mér sýnist að nú er að setja bílinn í frígír eða kannski er hann tilbúinn að setja hann bara í bakkír hér. Og þetta er hárrétt, bara að halda sér í stýrið, þá eru hendurnar ekkert að þvælast einhvers staðar fyrir og klemmast á milli. Og hann misti allt loft hér úr vinstra afturhjóli og það kann að vera hluti af skýringunni á veltunni. Og það sló þögn á hópinn þegar þetta gerðist. En 120 stig fékk hann fyrir. Þá er það Árni. Skyldi hann fara upp þessa brekku? Nei, ekki einu sinni heimasætan og hann fær ekki nema 140 stig, þannig að Gunnar Guðmundsson kom best upp úr þessari þraut og fékk 180 stig. Og þá er komið að 7. þrautinni, 5. þrautinni var sleppt. Það voru dekk sem átti að keyra yfir og fyrsti bíll sem fór í þá þraut satt fastur. Og það tók töluverðan tíma að losa hann úr þeirri þraut. Og síðan var ákveðið að fella niður þessa þraut. Eftir að keppni lauk prófuðu menn að keyra þrautina og það gekk bara alls ekkert að fara þá þraut, þannig að það var greinilega hárrétt ákvörðun hjá keppnisstjórn að fella niður þá þraut. Enda tafði hún keppnina en verður vonandi betur útfæri næst og þá verður hægt að hafa gaman af henni.
En Sturla og Ásmundur eru búin að fara hér 7. þraut og fá 300 stig og hér fyrir Jón S og fær 300. Og heimasætan og Árni. Stig og Benedikt Eiríksson 300 stig og Gunnar Guðmundsson 300 stig. Þessi brekka átti að vera í framhaldi af bekkjarþrautinni. Og hér fær Haraldur 300 stig. Þannig að þetta má segja að þetta sé hans hálfþraut. En þá erum við komin í 7. þrautina í keppninni, það var 7. sem átti að verða. Og það er Sturla Jónsson sem reynir fyrstur. Og hann fer ekki upp, en það kemur upp eldur í bílnum hans. Og hér rjúka menn til með slökkvitækin. En þeir vildu helst ekki fá kolsýruna á bílinn. Það var Ásmundur. Bílinn bara fer alls ekki þangað sem Ásmundur vill að hann fari og hann fær ekki nema 150 stig. Það er einhverja gangtruflanir í mótornum. Þá er það Jón S. Jón Sigurður Halldórsson. Hann fyrir upp gegnum 2 hlið í hliðarhallanum og síðan upp en út fyrir efsta hliðið og fær 285 stig. Jón S. ekur á Jepster 68 með 350 Chevrolet mótor. 350 turbo sjálfskiptingu, nóspinn að framan og soðidrif að aftan og skófludekk bæði að framan og aftan. Þá er það Árni Kópsson. Hann ekur heimasætunni, 89 módel. Það er 350 kúkur sérmótor, sjálfskiptur, drifin eru soðin bæði að framan og aftan og skóflur á öllum 4 hjólum. 285 stig hafa hann út úr þessari þraut. Og þá er það Benedikt Eiríksson á Willys CJ5 67 módel, 327 Chevy mótor og nóspinn að framan og nóspinn að aftan og skóflur á öllum. 285 stig. Og þá er það Gunnar Guðmundsson á Jepster 67 með 350 Chevy mótor, 3 gíra beinskiptur, nóspinn framan og aftan og skóflur á öllum 4. Hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann upp? Nei. Það munaði hér nokkrum sentimetrum en hér sjáum við aftur Árna Kópsson og Benedikt Eiríksson. Og loks Gunnar Guðmundsson. Þetta myndi maður kalla hárfínt framhjá. Æjæj. En þá er það Haraldur Ásgeirsson. Hann ekur á Jepster 68 með 350 Chevy mótor, sjálfskiptur, 4 gíra, nóspinn framan og nóspinn aftan og skóflur á öllum 4. Og hann fer þessa þraut óaðfinnanlega, fær 300 stig. Upp í gegnum bæði hliðin í hliðarhallanum og inn í mitt hliðið. Og staðan eftir 6 þrautir í sérútbúnarflokknum er svo að Árni er með 1575 stig, Gunnar með 1550, Jón S með 1515 stig, Haraldur í 4. með 1460 og Ásmundur í 5. með 1250 stig.
En þá er komið hér að hliðarhallanum í skálinni og síðan eiga þeir að beygja til vinstri og fara upp stálið. Það er Ásmundur sem fer fyrstur og hann fer ekki langt, það er 200 stig. Þá er það Jónes. Það verður nú að fara lengra en Ásmundur. Já, alla leið. 285 stig fær hann fyrir þetta. Þá er það Árni. Jónas felldi þarna dekk í hliðinu efst uppi. Hvað gerir Árni? Það var glæsilega gert. Hann bara stekkur inn í hliðið og fær 300 stig. Og þá er það Benedikt Eiríksson. Og eitthvað var hann nú heldur seinna að beygja upp hallan. Hann er óslasaður þarna inn í búrinu. Sem betur fyrr. Og bíllinn lítið skemmdur. Sjáum þetta hér aftur. Það vantar að leggja aðeins meira á hann og þannig að klóri í með framhjólunum. Þá er það Gunnar Guðmundsson. Hér er ekkert hægt að velta, hér skal hann bara upp. Og upp fer hann og inn í hliðið. Og framhjólin eru í gegnum hliðið og hann fær 285 stig. Með þessum tilfæringum. Þetta er glæsilega gert hjá Gunnar að komast upp á. Og það er eftir þessu sem áhorfendur bíða. Og hér kemur Gunnar. Og við sjáum þetta hér aftur. Það munar einhverju örlitlu að hann fari niður aftur bílinn. En þetta hafðist hjá honum. Og það er það Haraldur Árgeirsson. Kannski erfitt að fara í svona þraut eftir að þeir síðustu keppendur og undan eru búin að velta. En Haraldur fær hér 200 stig. Þá er bara Sturla Jónsson eftir í þessa þraut og síðan er það tímabrautin. ...230 stig, örlítið hærra heldur en Haraldur. En þá er það tímabrautin og þar fara fyrstir Jónas Halldórsson og Árni Kópsson. Og Jón er eldsnöggur af stað og það er bara að sjá hvort að það dugar honum. Þessi
skófludekk eru nú ekki alveg til þess fallin að taka beygir á þeim. Það er nánast ekkert hliðagrip í dekkjónum eins og sjá má. Þau hafa aðeins áframgrip og eitthvað örlítið bremsugrip, en ef bílarnir byrja að renna til hliðar þá er eiginlega ekkert við neitt ráðið. Það þarf bara að bíða þangað til þeir stoppa. Og Jónes misti sennilega vald á bílnum fyrir það að dekkin veita litla viðspyrnu við svona hliðarskriði, og Árni Kópsson tekur hér afgerandi forystu í þessu einvígi. Það verður erfitt að vinna Árna í sumar og hann víkur hér tímabrautinni, fær 285 stig. Náði bestum tímanum í brautinni en felldi dekk á leiðsinni. Jónas Halldórsson fékk hins vegar 180 stig fyrir tímabrautina. Og þá er það Benedikt og Gunnar. Það var Gunnar sem náði miklu betra starti en fylgdi því ekki eftir, og Benedikt tekur hér forystuna. Hér lendir nú Gunnar í ógöngum næstum því. Hann tapaði að vísu einhverjum tíma á þessu. Benedikt er nú eiginlega bara að stinga hann af. Hér skiptir Benedikt úr innri hring í ytri hring og Gunnar á þá styttri vegalengd seinni hringinn, og nú bara sjá hvort að Gunnari tekst að nálgast Benedikt. Hér stoppar nú Benedikt. Gunnar nálgast. En Benedikt er á undan. Gunnar fer í hlið og fór reyndar út fyrir brautin og sleppt úr hliði og fekk 0 stig, en Benedikt 230 stig, og þetta varð Gunnari nokkuð dýrkeypt í þessari keppni að koma stigalaus út úr tímabrautinni. Þá er það Haraldur Ásbjörnsson og Sturla Jónsson. Haraldur á bláa bílnum. Og Sturla má nú ekki gefast upp þó hann sé orðinn á eftir. Hann er í ytri hring og er nú þegar búinn að fara lengri vegalengd, eða þarf að fara lengri vegalengd heldur en Haraldur í fyrir hringnum. Já, Sturla er nú greinilega að ná Haraldi. Eða hvað? Jú, nú á Sturla alla möguleika að komast fram úr Haraldi. En hvað? Hann fraus þarna á bremsunni og misti vald á bílnum augnablik. Og Haraldur æðir í mark, fær 265 stig, en Sturla sleppt úr hliði og fékk 0.
7 keppendur voru í hvorum flokki sem þýddi að það var oddatala í báðum flokkum og hér fara þeir saman. Ásmundur Guðnason á sérútbúnum bíl. Og Steingrímur Árni á götubíl og það er Steingrímur Árni sem hefur hér afgerandi forystu. Orðinn langt á undan þrátt fyrir að hinn bílinn heita sérútbúinn. Hér sýndist mér Steingrímur fara langt út fyrir brautina og sleppa úr 2 hliðum og væntanlega verður honum refsað með því að hann fær bara 0 stig fyrir brautina þó hann sé á undan. En Ásmundur slær ekkert af. Það kann að vera skýring á þessum að Steingrímur á undan, hann er á dekkjum sem veita miklu meira hliðagrip heldur en skófludekkin sem er undir sérútbúnu bílunum. Það er lengur miklu hægara með að keyra hratt í beygir en hann fær 0 stig en Ásmundur 285 stig. Sáum það að hann sleppti úr hliðum þannig og lokast það inn í sérútbúna flokknum. Árni Kópsson með 2160 stig, Jón S. Halldórsson 1980 stig, Haraldur Ásgeirsson 1925 stig, í 4. sæti Gunnar Guðmundsson 1835 stig og í 5. sæti Ásmundur Guðnason með 1655 stig. En við skulum ljúka þessu með nokkrum svipmyndum úr keppninni.